Komið þið sæl og verið velkomin í Kaffikrókinn, hlaðvarpsþátt félags atvinnurekenda. Þessa dagana fáum við í heimsókn til okkar stjórnmálamenn sem ræða stefnu sinna flokka fyrir kosningarnar í málefnum fyrirtækjanna og atvinnulífsins. Gestur minn í dag er Mummi Týr Þórarinsson, oddviti Pírata í Suðurkjördæmi. Engin annar. Vertu velkomin. Þakka þér, þakka þér. Þú hefur nú verið að stúsast í ýmsum rekstri í gegnum tíðina. Já. Haft fólk í vinnu. Já, heldur betur. Hver eru grundvallar atriðin sem þurfa að vera hreinu fyrir atvinnurekendur og hvað hafa Píratar fram að færa í þeim efnum? Sko, til að gera langa sögu stutta, þá kem ég úr námi frá Afríku sem kvikmyndagerðarmaður og var að skapa með vinnu. Því að það voru bara 2 sjónvarpsstöðvar og maður sótti ekkert neins staðar, sko. Sko, í fyrsta lagi er það náttúrulega bara hver er hugmyndin? Hvað er planið? Og ég held að flestir sem leggja stað í fyrirtækjarekstur eru með einhvers konar grunnhugmynd að gera eitthvað, að búa til glös eða bolla eða... En svo byrja ballið. Eitt er að fá hugmyndina og hitt er að framkvæma hana. Ég var til dæmis núna daginn fundi með startup fyrirtækjum upp í Hellisheiði og þau sögðu öll að sama að dagurinn sem kom að því að ég þurfti að fara að veðsetja heimilið fyrir hugmyndina og bakkaði ég út. Ég gat ekki boðið fjölskyldinu minni það. Og ég skil það mjög vel. Þú ert með einhverja hugmynd í maganum og nú er ég að tala um frumkvöðla starf aðalega. Og einhvers það byrjaði þetta allt saman. Einhvers það byrjaði össur, skilur, einhvers það byrjaði allir. Og fyrirtæki eru nú þess eðlis að þau fara alla hausinn á endan. Með þess að þegar Kodak fór í gjaldþrot þá voru allir búið að hissa, skilur við. Gömul rótgróin margra tuga ára gömul fyrirtæki sko, fór í gjaldþrot því tímanni breytast. En það sem ég tala nú sem Pírati, þá er startup okkur svolítið hugleikið að fá nýsköpun inn í atvinnulífið. Ég var að tala við einn félaga á kringum Höfn, hann býr þar og rekur þar ferðaþjónustu og það er sko að koma hugmyndinni sinni á koppinn. Við erum með einhverja nýsköpunarsjóði sem virðist vera geðþótt ákvörðun hvernig er deilt úr að allir eru með hugmyndir en svo er það bara ekkert allir sem fá hugmyndir. Það er bara þannig. En svo áttu komin í rekstur, segjum að hugmyndin í gangi, svo áttu komin í rekstur og þá taka við bara hlutir eins og regluverkið, leyfisveitingar, tryggingagjaldið, reiknar endurgjald. Allt stúsið í kringu það. Er þið með einhverjar hugmyndir um sko, breytingar til að greiða fyrir bara svona þessum daglega rekstri fyrir því? Já, við viljum einfalda þessa verkferla. Þetta er allt of hlaðið í leyfisveitingum og gjöldum hér og þar út og suður. Allir sem ég talaði við voru í vandræði með þetta ferli í upphafi. Og kostnaðurinn var alltaf miklu meira en þið reiknuðu með því að svo var líka kostnaðurinn því að bíða eftir leyfum. Þetta er svo þungt þetta kerfi og það búið að vera að hlaða svo mikið á það í gegnum tíðina. Tölvurnar áttu nú að einfalda okkur lífið og þetta átti allt að ganga miklu meira smúð en mín reynsla gerði það ekki. Þegar ég hef stofnað kvikmyndafyrirtæki. Ég hef stofnað atvinnuúrræði fyrir unglinga, ég hef stofnað meðferðarheimili, ég hef stofnað útvarpsstöð, ég hef búin að stofna allan fjandann ævina og svona ég gæði þessi stofna og svo fer það bara eitthvað í hendurnar á öðrum sem kunna betur reka en ég. En kerfið er allt og þungt og líka í þessu, ég sá lista yfir sko skatta og gjöld í öllum löndum í heiminum. Já. Og ég held að við vorum með 3 eða 4 sem við erum dýrust í þessu. Og þetta drepur allar góðar hugmyndir. Svona flest fyrirtæki voru á hausinn innan 3 ára skils mér. Við ná ekki 3 ára aldrei, þá er fjármagni búið og púður farið og öllum. Við Píratar, við viljum skoða hugmyndir eins og skoða skattkerfi í kringum nýsköpun þannig að fólk hafi betri tíma til að fóta sín á markaði en svo eru við Íslendingar bara 325.000 raunverulega ríkisborgarar í landinu
Og tendensin ef ég tek ferðaþjónustu sem dæmi, ég er svolítið út á suðurinn, ég er svolítið að tala mín á réttu brautina, að góðar hugmyndir enda ég vilt alltaf hjá stórum strákunum, bara svo ferðaþjónustan, og það er að gerast þar núna. En við erum allt og mikið gölduð, allt og mikið sköttuð frá bara fyrsta degi. Ég á félag sem er ekki lindamál, sem að ég ætla alltaf að setja í umferð í kringum kvikmyndagerðina mína. Og ég fór að skoða, að opna vasknúmer og fara svona inn í þetta ferli, reikna endurgjald. Það þýddi það alveg bara frá því ég opnaði vasknúmerið, ég farin að greiða alveg á fullu þó sem engi peningar komnir inn. Og ég einn, skilur. Og ég skil alveg, þó ég mæli ekki með því, að einyrkjar vegri sig við eins og smiðir eða iðnaðarmenn, að þeir vegri sig við þessu ferli að því að svo þungt og þunglamalegt, og kerfið gefur þér ekkert breyk, annarkvæmt bara borgaru eða þú ert bara úti. En sko, tökum 20 þessu, ég var að skoða kosningastefnunar ykkar og þið talið stafræna umbreytingu opinberra þjónustu, meðal annars til að minnka vesen, og minna vesen held ég að hljóða mér rosa vel í eyrum fólk sem er að reka fyrirtæki. Meira punk. Þú veist, dæmi hvað getur nefnt mér sem dæmi minna vesen? Minna vesen náttúrulega átt að geta farið inn á netið, sem er orðið daglegt brauð á öllum heimilum, og græja þín mál bara á einni síðu, bara sem startup-aðili. Þar er bara menjúið upplagt hvað það þýðir, hvað er í boði, hvað þarf það að gera, hvernig þarf það að gera það. Í dag heyrir allur atvinnurekstur undir öll ráðuneyti fyrir utan kannski heilbrigðisráðuneyti líka, því að það er einkarekstur í heilbrigðisþjónustu. Þannig að við erum í alls konar ráðuneytum að sýsla með einhverja pappíra á leyfi, þetta einfalda bara inn í stafrænar lausnir, það sem bara gengur frá þínum málum bara í gegnum netið. Það er það sem við erum að tala fyrir. En þú talar að fyrirtækin séu mikið skattlög, þú talar einyrkjana og svona, en þið talið líka að loka skattaglöfum og hækka fjármagnstekjuskatta. Eru þið þarna á sömu blaðsíðu og Samfylkingin með að loka EHF-gatinu svokallaða, eða hvað eru það að fara með því? Nei, ég held þessi meira að tala um tilfærsla á sköttum. Það er svona alls konar skattar í gangi eins og í ferðaþjónustu sem við borga ekki fullan virðisauka og þetta eru þessa glufur, þetta er raunverulega tilfærsla á skattkerfinu þá alveg innan ferðaþjónustuna. Því að tökum sér dæmi skemmtiferðaskipi sem koma og þá er minni vaskur á þjónustu kringum skipin. Af hverju er það? Einfalda og samræma í þessu. Já, það þarf einfalda og samræma og færa til þessa skatta, og það er líka svo mikið atriði í sveitafélögum að verða eitthvað sem tekjum eftir í sveitafélögum. En ískalt metið, þá finnst mér virðisaukaskattur á Íslandi vera brjálæðislega hár, og hann er þungt, hann er svona fíllinn í stofunni. Ég skil alveg, og ég tek hann ábyrgð á mínum orðum, og ég er ekki að tala fyrir Pírata per se. Ég skil alveg einstaklinga sem eru með lítil fyrirtæki að freistast þess að vinna svart og sykurlaust, sem er raunverulega þjóðaríþrótt Íslendinga. Það er það, rétt upp henn sem eru ekki gert það, og rétt er enginn upp henn, skilur við, það er bara þannig. Og þegar maður heyrir umræðu í fjölmiðlum um það að ríkið verði af svo miklu tekjum út af svörtum tekjum, nú er ég ekki að mæla með svörtum tekjum, þú spænum ekki snúð á orðanum mínum, en það þarf alltaf að tala í einhverjum skriljónum að ríki verður af svörtum tekjum. Það er bara ekki rétt. Ef ég og þú þérum 100 skall í svörtum tekjum, þá nær ríkiskrumlandi á endanum. Þetta er bara svo Las Vegas, húsi vinnur alltaf að lokum, þú eyðir þessum peningum, þeir fara bara beint í umferð þessi peningar, og einust að ítir þetta er hagvöxtinn. Nei, sérðu paradoxið í umræðinni, þannig þetta er ekki algjört tap, og aftur hljómar þessi að mæla með svörtu tekjum, ég er ekki að því. En ég stofnaði á sínu tíma einkarekið meðferðarheimili fyrir ungt fólk. Og ég var svolítið frumkvöðl í því að vesenið sem við stóðum í á annað ár, bara leyfisveitingar, hvar eigi að staðsetta okkur, hvernig á að skatta okkur, í hvaða lífeyrissjóði, það var ekki til neitt lífeyrissjóðu fyrir fólk sem starfaði í einkareknum meðferðargeira. Þetta var ekki hagnaðardrifið dæmi,
en þetta var eilíft basl og svo var bara geðþótt ákvörðun og maður var strax komið náttúrulega með bókhaldara bara í fulla vinnu og svo var bara svona geðþótt ákvörðun hvar við lentum í skattaflokki hér og þar. Þetta var svo óskilvirt og þetta þreytir og lýjar hugmyndina í upphafi allt þetta bírókrati kringum þetta. Einföldun regluverkið. Einfaldar regluverk fyrir litlu fyrirtækin. Já. Ég tek eftir því í stefnunni ykkar þið segja að þið viljið standa með hagsmunum neytenda og almennings og allar efnahagslegar ákvarðanir. Hvað þýðir það? Hvað ákvarðanir til þess bara á undanfættum árum hefur verið teknar öðruvísi þegar þið hefur verið í ríkisstjórn? Ok, nú skulum við tala bara íslensku. Nú hugmyndin að setja kílómetragjald á alla bíla. Hvenær hefur þú, Ólafur, séð það að neytandinn hafi notið góðs af svona breytingum? Það að fella niður einhver gjöld af bensínu og setja kílómetragjald. Það hefur alltaf verið tekið af versluninni. Neytandinn er alltaf sá sem borgarinn að mismun á endanum. Bara eins og hagkaupur með skattfrjálsa daga eða hvað er kallað, skilur við. Það verður alltaf neytandi sem borgar á endanum. Veist, hver sem neytandinn er. Neytandinn getur líka verið fyrirtæki, það er ekki verið einstaklingur. En við búum í svo litlu og miklu fákeppnisumhverfi að þetta leitar allt til stórustrákana og er tekið yfir og svo ráða er markaðnum. Eins og til dæmis láfur Hvað myndu þið gera öðruvísi? Talandi segjum bara kílómetragjald. Sko, verðlagseftirlitið sem við erum með er náttúrulega bara birtist mér bara sem neytandi út í bæ sem einhver stofnun sem að gerir ekki droslega mikið, sko. Þetta var samkeppniseftirlitið eða neytendastofa. Það er svo lítil samkeppni, ef þú bara tekur matvörumarkaðinn einan og sér, það er fákeppnismarkaður og maður sér, og ég séð gegnum árin að ég er kannski inn í Krónunni og það er einhver frá Bónus sem er að labba hringinn og skanna allar vörurnar til að sjá á hvað mörkum við eigum að vera. Það er spullandi samráð á Íslandi. Það er bara þegjandi samráð. Að skuli muna 10 aurum á bensínu, eru það öll þessi fyrirtæki rekin eins? Að muni 10 aurum á lítranum? Ég sé að þið boðið sko öflugri skattrannsóknir og meira samkeppniseftirlit. Er það góðar að slæma fréttir fyrir fyrirtæki? Þið segið sko öflugar skattrannsóknir leið segir þú ert ekkert hissað þá fólk komið svindað því að borga skatta. Ég er ekkert hissað á því, sko, ég er ekki að mæla með því, ég er ekkert hissað á því. Auðvitað á að vera skattarannsóknir, skilju. Þetta er allt orðið rafrænt, meira og minna. Og ef ég sem smiður er að taka tekjur svartar, þá setjur ekki inn á reikningi minn. Af því það eftirlitið er orðið svo rafrænt. Ég er með þetta bara í umslagi og nota þetta bara í daglega neyslu. Þannig eyði ég peningunum en þið fara strax í umferð aftur. En auðvitað þarf að fylgjast með þessu. Við erum nú þannig gerða við siðferð okkar er mishátt eða mislátt. Að það þarf að vera til skattarannsókn að sjálfsögðu. Og efla það, jú, þá má eflaust gera það og sumir virðast einhvern veginn finna glufur í öllu, það er alveg saman hvað fjandan við gerum, það er alltaf einhver klárari sem finnur glufur, það er bara eins og það er. Já, þið ætli líka að vera í farabroddi í baráttunni gegn spillingu, hvað eru þið þá að meina? Hvað ákvarðanir stjórnvalda á undanförnum árum hafa allir verið spilling? Það er nú mjög mörg dæmi spillingu, er þetta að tala um peningalega spillingu? Já, þetta stendur bara í stefnunni ykkar, þið eruð í farabroddi í baráttunni gegn spillingu, hvað eru þið þá á hverju eru þið þá að taka? Já, spilling birtist í alls konar formi. Við sáum til dæmis stólarleik Bjarna Ben, skiluru, sem við flokkum sem spillingu, skiluru. Hann gerir í buxurnar og færði sig um stól. Það er ekki verið að gera upp það atvik per se, hann bara færði sig frá spillingunni. Og ef við erum að tala um hann sérstaklega, þá bara eins og það að regluverki eitthvað skuli ekki vera skýrar en svo að ég geti selt ættingum mínum í útboðum á ríkisegnum. Það er pjúra spilling. Og það er líka, við berjumst fyrir gagnsæi, að allt sé upp á borðum. En þá spyr ég á móti, akkur er Landsvirkjun með 2 EHF fyrirtæki sem er nafnlend yfir? Nei, veist, EHF því það er einkahlutafélag, utan í Landsvirkjun, það getur vel verið að segja ekkert að þessu. En akkur hvílir leyndahjúpur yfir því, akkur má ekki opinbera hvað það er. Náttúrulega mín fyrsta hugsun er, og við sem eldri erum, eins og ég og þú, Ólafur, sem búin að lifa í þessu samfélagi,
við erum búin að sjá spillinguna hægri vinstri bara frá því að ég var krakki inn í Reykjavík. Ég man þegar Geir Hallgrímsson var borgarstjóri í Reykjavík. Ég man eftir því að borgin veslaði bara við Ræsi, Skeljung og Háben. Það voru allir bílar í eigu borgarinnar bensar. Veist, ég tók eftir þessu sem 10 ára krakki. Það er eitthvað off við þetta. Og svona hefur við svolítið gert þetta, svona vinavæðingin. En það er svo stutt á milli okkar Íslendinga. Ég og þú getur lagst í símann og fengið númerið Höllu Tómasdóttir á svona 3 mínútum. Þetta er krúttlega hliðin á okkur, en hin hliðin á þeim peningi er að svo stutt á milli okkar að við gerum hvort öðrum greiða í þeirri stöðu sem við erum. Sko, þú talar opinberu innkaup. Ég segi nú stundum að mesta spillingin á Íslandi sé í opinberum innkaupum eða skorti á útboðum öllu heldur og sér hönnuðum útboðum. Og þið talið líka gegnsæi í fjármálum hins opinbera sem að hljóma nú vel í okkar erum. Er ekki til dæmis útboðsmálin eitt af því sem að þarf að vera alveg gegnsætt og upp á borðinu? Að sjálfsögðu á þetta að vera allt upp á borðum. Þetta á að vera allt upp á borðum. Nú til dæmis er Vatnajökulsþjóðgarður, ég held að Guðlaugur Þór hafi gefið grænt ljós á það fer í útboð ferðaþjónustan kringum Jökulsárlón. Hvernig fer þetta? Þetta endar þannig að stóru hóteleigendur á svæðinu, eins og Bláa lónið sem er byggja hótelarna og annað, þetta færist allt yfir á stóru krakkana. Og smærri aðilar eru hræddir á þessu svæði að því þeir verða undir að því gagnsæið er ekki til staðar. Þetta er ekki upp á borði. Þannig verður náttúrulega kannski samt að tala aðeins annan hlut. Ég er að tala bara að til dæmis að ríkisstofnanir sem eru skyldugar að bjóða út kaupa vörum og þjónustu geri það, en komur sér ekki undan því. Það á ekki að gerast. Það á ekki að gerast. Frekar en að ráða sendiherra bara og fara ekki eftir nefndinni sem áttu að úrskurða hverju að hæfast fyrir sendiherrastöðuna. Auðvitað eiga öll útboð að vera gagnsæ. Það er bara orðan og hljóðan. Þetta verður borðið. Þetta eru peningar okkar í landinu og við höfum að vita hvert þeir fara og hvernig þeir fara. Hver einasta króna að sjálfsögðu. Þó að þið séu nú að bjóða fram í 5. skipti til þings, þá held ég að séu margir sem að kannski átta sig ekki alveg á því sko hvar Píratar eru svona í hennu pólitíska litrói. Ég sé til dæmis eitt mál í stefnun ykkar sem að fer alveg saman með það sem að sósíalistar er að segja að starfsmenn að hafa fulltrúa í stjórnum fyrirtækja sem er kannski svona vinstrarmál. En hvað sjáu þið þar fyrir ykkur? Er það einhver stærðarmörk eða er það öll fyrirtæki eða hvað er það að hugsa þar? Sko, ég hlusta á það á fyrirlestur frá frönskum aðila sem var að tala fyrirtækja lýðræði. Að þetta er tiltölulega óþekkt á Íslandi og er ekki unnið eftir því á Íslandi. Þá er þessi píramídastrúktúr og sá sem er efst í kúrfunni, hann ræður niður. En til dæmis í Frakklandi er það mjög algengt að sá sem er á gólfinu og miðst í fyrirtækinni taki þengt í stjórnastarfi. Og ég held að það sé mjög gott í talningum í opinberri þjónustu, þar sem öll boð koma ofan í gegnum Excel-skjal, en það er aldrei tala við þá sem eru neðst á gólfinu, þeir sem sjá þrifin, þeir sem eru í millistíðunum, sjúkraliðana, strúktúrum kemur alltaf ofan. Mér finnst eðlilegt, sérstaklega í heilbrigðisþjónustunni, að fólk hafi rödd inn í stjórninni sama hvar þau starfa á spítalanum eða í þeirri þjónustu sem það veitir. En eru þið með, eins og ég segi, einhver stærðarmörk í þessu? Hvað þurfa fyrirtæki að vera stór til að þetta við? Ef við erum að tala 3 manna fyrirtæki þá er það raunverulega stjórnin bara á staðnum. Ég held að sé nú svolítið þannig. En ég veit ekki hvar mörkin eiga að liggja. Ef þetta er sem sagt HF fyrirtæki með marga hluthafa, þá ráða þeir náttúrulega öllu hvernig þeir fara með þetta fyrirtæki. En mér finnst ekkert óeðlilegt og það ég held að sé góður rekstur að hafa einmitt fólk innan úr fyrirtækinu þarna inni til að koma með upplýsingarna beint. Þetta er alveg svo í stjórnsýslunni. Ég var að vinna á gólfinu með fíklum. Ég var alltaf að tala um einhverja deildastjóra í kerfinu og deildastjórnir skömmtuðu upplýsingarnar upp í pólitíkusuna sem komu mjög skrumskjaldar. Síðan kom það aftur tilbaka í gegnum sama kerfi sílóið niður til mín. Þannig að upplýsingarnir sem ég sendi af stað komu skrumskjaldar til mín að þeir voru búin að fara í gegnum þessi kerfi síló. Þetta er svo löng leið, dýr leið og erfið leið þegar í rauninni ætti að víkka sílóið mun meira þannig að fólk hafi rödd í sínu fyrirtæki hvort sem það
En svo ráða þetta fyrirtækinni sjálf. Mér finnst mjög, ég veit ekki hvort ég er að tala gegn eigin hreyfingu með því að segja að fyrirtækin ráða þessu, þau eiga fyrirtækið, þetta er náttúrulega eignarréttur í stjórnarskrá og þetta svo kallaða atvinnufrelsi sem er orðið mjög bjagað kombo 2024. Það þarf að vera önnur gildi sem þarf að fylgja þessu orði, eins og móðir jörð og mengun og en ég held að margir atvinnurekendur sko hugsi þannig þeir segja sem svo sko þetta er mitt fyrirtæki, akkur þetta er ríkið að koma og segja mér að hvernig á að stjórna því sko. Ég get alveg skilið það, en enga síður er þetta fyrirtækið skattgreiðendur að vinna á íslenskum markaði og þá komum við aftur að neytandanum, þessi örugt að neytandinn sé ekki að fara illa með neytandan einhvers staðar og þá komum við aftur að samráðinu. Þetta er allt samhangandi í einu hring. Það er alveg sama hvað stígurinn í atvinnulífið eða einstaklingin, þetta er allt samhangandi. Þetta er bara eins og ferlar með náttúru, ef maður orðað þannig. Við í FA höfum nú lengi talað mjög fyrir lægri tollum og að stuðningur við landbúnaðurinn væri meira bara beinn. Mér sýnst að þið séu alltaf á sömu blaðsíðu og við í því þið talaði að endurskoða tollakerfið með hagsmuni neytenda í fyrirrúmi, uppfæra landbúnaðarkerfið með beinum stuðningi til virkra bænda eins og það er orðað, þannig að það verið að sleppa hobbybændunum. En hvað getur við farið þess út í hvað þið að hugsa í þessu? Nú við erum greinilega bara á sömu blaðsíðu með þetta, en aftur að spillingunum, við séum nú hvernig þetta fór í gegn þetta frumvarp með samþjöppunina á bændamarkaði, landbúnaðarmarkaði sem var bara dæmt ólöglegt svo bara fyrir dómi. Auðvitað á ég að styrkirnir að fara beint í bænda, en ég var nú að tala við einn bóndan hann fyrir austan og hann sagði það er engin nýliðun, þú verður að erfa búið, þetta er eitt dýrasti rekstur sem þú setur upp, það er að stofna bíli og það er ekkert öllum gefið, þú verður að erfa það. Að samaskapur eru sko erfingjafarnir að fá kvóta líka. Þetta er svo stórt og mikið bát, þannig að nýliðun er engin í búskapnum. Börnin verða að taka við. Ef ég ætlaði að stofna bú, ég er nú gamall hjólasveinn, ef ég ætlaði að vera bóndi, mig langaði sem ég vera bóndi, að ég þyrfti að hafa gígantískt fjármagn bak við mig til að stofna bú. En mér finnst kannski rétt sem segja við Píratar, en við Píratar eru þannig við erum öll með okkar eigi hjarta þó við séum á sama skipinu, að ég var til dæmis upp í Garðyrkjuskólanum á Reykjum bara fyrir nokkru dögum og skólinn er að morkna ofan í jörðina. Þetta er ríkisbatteri. Það var skítakuldi, byggingarnar að hrynja, við tölum loftslagsvá á sama tíma og við erum ekki að útskrifa neina viti til að berjast við loftslagsvána, setja tré og gróður það sem á við. Þannig að þetta er svo mikið tvöfeldni í þessu. Grænmetisræktin er nú einmitt kannski 25% hækkun á grænmetisbændunum í rammaáætlun. sem er vandamál sem við höfum aðeins verið að velta fyrir okkur. En grænmetisræktin er kannski gott dæmi það að þar voru beinar greiðslur til gúrku og tómata bænda hækkaðar og tollarnir felldir niður og það virðist bara ganga vel. Það bara virðist ganga vel, en við erum ekki sjálfbær með neitt af þessum vörum. Ég held að við séum ekki einu sinni sjálfbær með kartöflur. Eina sem við Íslingar eru sjálfbær með er vatn og rafmagn. Ég held að það sé eina. En svo erum við ekki einu sinni sjálfbær, þó við myndum rækta alla kartöflur sem við gætum étið Íslingar. En þá erum við samt ekki sjálfbær að því traktorarnir eyða olíu, við þurfum að flytja hann inn. Þannig þetta er svona catch-22 alltaf umræða. En mér finnst alltaf í tímabundið að gefa garðyrkjubændum meira breyk á markaði. Það er erfitt að keppa við DNA breyta tómata frá Spáni eða Bandaríkjunum að hvaðan sem koma og vera svo með sitt með 25% hærri raforku í spilunum á næstu dögum. Það er erfitt að keppa á þessu sviði. Og það er lítil nýlið. Það er ekkert nýtt að gerast. Einn útlendingur sagði mig, hvað er það? Akkur er ekki gróðurhús bara eftir allir strandlinginu? Það raska mjög lítið að setja upp gróðurhús, þetta fjarlægðu þau og lítið rask. Það lekur heitt vatn út í sjó út allt en þeir eru ekki að nýta það. Ég segi það að starta garðyrkjubúi er sprotafyrirtæki og það eiga að vera ívilnanir
þetta er mataframleiðsla, það ekki bara memi og mömmu sem við borðum, það alltaf eitthvað annað á disknum. Við eigum að stefna því að verða sjálfbær með grænmeti og ávexti og kannski ekki ávexti en allavega grænmeti, ég tala ekki rótagrænmeti, þú veist, við ættum að geta það, en við gerum það ekki. Af hverju? Það fullt af frjóu garðekjufólki að núti en það leggur ekki í sjóferðina því þetta svo mikið Rekstrarumhverfið ekki nógu gott. Já, og það ekkert sure thing í þessu. Hjálpum nýliðum inn á markað og gerum það með skattaívilnum, gefum þeim tíma, lengjum í snörunni, þú veist, vonandi það slitna snaran bara, en við þurfum að hjálpa sprotafyrirtækjum, eins og ég sagði aðan, þetta byrjar allt með hugmynd og hugmyndið þarf að vaxa og dafna. Drepum hann ekki í stjórnsýslu strax á fyrstu mánuðanum. Sko, þú hefur nú verið í farabróti í vímuvörnum árum saman. Jeps. Þannig að ég spenntur að heyra hvað þú segir, sko, það að þínum að til nöðsynlegt, út frá lýðheilsusjónarmiðum sem oft talað að hafa ríkiseinokun á sölu áfengis og hæstu áfengisskatta í einum vestræna heimi? Sko, ég kannski með aðeins annan vinkil á þetta en þetta. Já. Mér persónulega finnst það ekki skipta neinu máli hvar áfengi fæst. Ekki breyta neinu máli. Og jú, eins og þegar bjórinn kom smá kurva og svo bara jafnaði þetta sig. Sá sem misnotar áfengi gerir það sama hvar það fæst. Það er bara þannig. Ég er hlynntur og við Píratar erum hlyndir frjálsræði og persónulega, ég man ekki alveg hvað í stefnum Pírata stendur akkúrat þetta með áfengi í búðir, en mér finnst áfengi brjálæðislega dýrt á Íslandi. Og eitt af því, ef við verðleggjum okkur út af ferðamannabransanum, þá verður það sko peningalega að þau erum orðin svo dýr að, en svo er alltaf talað með það að þau eru að skattleggja svo mikið áfengi til þess að koma mós við vandan, en svo er ekkert að vera að koma mós við vandan, þannig hvert fara þessi peningar sem eru skattlagðir þegar þeir eru ekki notaðir í meðferðarstarf, þeir eru ekki notaðir fyrir dúta útigangsmann, hann er bara ennþá út á götu og ung fólk að drepa sig á vímefnum út á götu, það er engin meðferðarúrræði fyrir þau, þannig hvert fer allt þetta gjald? Þannig að það er kannski forvarnirnar að eitthvað mati sem eru mikilvægari heldur en þessi meintu stjórntæki. Já, í þessum málaflokki, vímefna málaflokknum, sko, sá sem ætlar að misnota vímefni, gerir það. Sá sem ætlar að stela undan skatti, gerir það. Við skulum ekkert vera að hissa á því að þjófur steli. Það er bara, hann bara gerir það. Og ljúgari, að legari ljúgi, við skulum ekki vera að hissa á því, það er bara það sem þið gera. En því miður er staðan þannig í þessum meðframálum, við erum komin aftur til 1991 í umræðinni, það er engin úrræði, það er ekkert í gangi. Og það er alltaf til nódóp á götunum og forvarnir, ég rekst ekki á þar, ég sé það ekki. Jú, við erum með svona lýðheilsu, jari, borða epli, fór út á hjóla, ekkert að gera lítið úr því. En forvarnir þegar kemur að þessu erum við með allt niður okkur. Ég segi bara allt og fullir þetta. Og Píratar, sko, við Píratar höfum svolítið talað þetta og það er alveg sama í hvert fótinn í stíð. Ef að barnið þitt er einhvern veginn að draga sig út úr norminu, sko, þá ertu komin í þrautagönguna að komast einhvers þar í greiningu eða í aðstoð og það tekið ekki 1-2 ár. Og svo tölum við forvarnir í hinnisetningunum. Hvað er forvarnir? Það er enga forvarnir. Ég les í kosningastefnunum ykkar sem ég held að vitni í að þið segist vilja taka upp annan gjaldmiðil. Þið vilja líka afnema verðtrygginguna. Sko, verðtryggingin hefur nú oft verið sagð bein afleiðing veiks gjaldmiðils og þá spyr ég hvort á að gerast á undan. Er rauninni hægt að afnema verðtrygginguna fyrir en að það er búið að skipta gjaldmiðil, fá stöðuðan gjaldmiðil og gerist það nokkuð með öðrum hætti en þeim að við göngum í Evrópusambandið? Sko, ég nú búin að vera eldheitur Evrópusinni í mörg ár og ekki skilið þessa vitleysu. En verðtryggingin er afleiðing af þessu krónuhagkerfi. Ef ég lánaði 1.000.000 vil ég fá verðgildi 1.000.000 tilbaka. Veist, það segir sér sjálft ef ég í business. Krónan er einfaldlega tilraun í mínum huga sem gersamlega mistókst. Ég endurtek 325.000 ríkisborgarar, 80.000 eru svona fljótandi vinnuafl, það getur allt breyst á 2 vikum. Ég held þetta fari aldrei í lag fyrr en við tökum annan gjaldmiðil og þar er evran okkur næst.
Ég hlynntur því persónulega, ég vil að þjóðin ráði því á endanum, ég vil fara í þjóðaratkvæðagreiðslu og við Píratar allir viljum þjóðaratkvæði sem fyrst hvort við göngum með Evrópusambandið eða ekki. Ef þjóðin hafnar því, hætti ég að tuða á Facebook yfir þessu, en ef hún segir já, þá fagna ég alveg að því þessi hringa við. Ég er búin að missa 2 íbúðir og 2 fyrirtæki út af þessari andskotans krónu og ég er 66 ára. Ég er hann mökliður á þessu og ég er að vona að ég lifi það og okkur auðnist svo gæfa að geta tekið hér upp annan gjaldmiðil. Það er ekkert smáríki í heiminum sem notar sinn eigin gjaldmiðil. Þetta er bara útópía og fólk tengir þetta einhvern veginn við torfbæinn og fánan og slátrið, veist, en við þurfum að hafa hagkerfi sem virkar. Þetta hagkerfi er ekki að virka. Það býr bara til fleiri í efri stéttum og fleiri í fátækt. Og við sjáum þetta gerast á hverju ári, bara íkjast með hverju árum sem líður. Ég er ESB-sinni, alla leið. Nú er tíminn náttúrulega rokkinn frá okkur eins og alltaf gerist í þessum samtölum. Og þá er loka spurningin sem allir fá, af hverju ættu atvinnurekendur sem eru nú hátt í 30.000 sko samkvæmt opinberum tölum að kjósa Pírata í kosningunum í lok vikunnar? Sennilega því að við Píratar erum common sense fólk og viljum að sé bara lógísk umræða málið og lausna með það, alveg skvæmt vandamálið við sem ekki föst í einhverju kerfisílóum og einhverju gamalli þráhyggju og nostalgíu. Atvinnurekendur eiga að halla sér að Píratum, að því verður svo til í lausnina að finna út hvernig er best fyrir þig sem atvinnurekanda að fóta þig svo framan að setja ekki meina aðra, náttúru eða lífríki eða eitthvað slíkt. En auðvitað, já, við stöndum með nýsköpunum, stöndum með atvinnuvegunum, en við viljum að leikreglurnar séu mjög skýrar. Þannig við vitum öll hvaða leikreglur eru í boði og hvað er ekki í boði. Þannig að ég held að allir atvinnurekendur ættu að skoða okkur út frá því og við erum frjálslyndur flokkur. Já, við erum það. Hreyfing, fyrirgefðu. Hreyfing. Mummi Týr, þakka þér kærlega fyrir komuna í Kaffikrókinn. Þakka ykkur fyrir að horfa og hlusta. Við erum á Spotify og YouTube og hægt að komast að ýmsu það hvað stjórnmálamönnunum finnst rekstur fyrirtækja í þessum þáttum.